almenni bænadagur í fyrsta lagi 5. sunnudagur eftir páska. Heitir sunnudagurinn Rogate frá fornu fari, eða biðjið. Hann sunnudagurinn á undan uppstillingadegi. Og fyrir utan að vera hinn almenni bænadagur sem með áminningunni að við skulum biðja án afláts, sem að tilheyrir í rauninni síðasta skeiðinu í jarðvistardögum Jesú Krists eftir upprisuna, að þá eru mjög fornar hefðir að baki bænadagsins. Og þær byggja á því að vori þá þurfti að biðja fyrir jarðargróða og uppskeri og öllu slíku, og það gerði kirkjan með sérstökum hætti. Og reyndar það þannig að þessir dagar, sunnudagur, mánudagur, þriðjudagur og miðvikudagur, voru kallaðir sérstaklega gangdagar hér á Íslandi. Þeir heita vissu bænadagar annars staðar eða dies rogationis annars staðar, en af einhverju ástæðum að þá hættu menn að hugsa hér tilefni dagarna eða bænina, og myndust þess að kirkjan fór í gönguferðir á þessum dögum, þar sem gengi var út tún og akra og beðið fyrir uppskerinni, og ár og lækir voru blessuð, þannig að þau flett ekki yfir og spiltu fyrir, og Íslendingar tóku frekar mið af göngunni heldur en af bæninni, sem umhugsunarefni. Í íslenskum veruleika hins vegar þannig að þetta tengist sumardagurinn fyrsta. Þannig að sumardagurinn fyrsti samkvæmt formri reglu fyrsti fimmtudagur eftir 18. apríl, en 25. apríl var einu sinni fastsettur fyrir þennan almenna bænadag í fornum sið. 25. apríl stundum líka sumardagurinn fyrsti. Og í íslensku sögu þá það þannig að sumardagurinn fyrsti, þó að hann væri jafnvel, þó að einkenni hans væri kannski oftar snjókoma heldur og frost heldur en sól og blíða, þá markaði hann þetta ákveðna upphaf, og hann var messudagur á Íslandi mjög lengi, alveg þangað til seint á 18. öld. Það var skylda messa á sumardaginn fyrsta. Og það voru ýmsar venjur á heimilum sem tengdust þessum degi. Meðal annars var það þannig að þetta var fagnaðarhátíð þar sem menn skiptust á gjöfum. Löngu áður en voru gefnar jólagjafir, það voru gefnar gjafir á sumardaginn fyrsta. En forsendan semst að fyrst og fremst sú, bæði með sumardaginn fyrsta og bænadaginn, að það verið að biðja fyrir góðu árferði. Og eftir því sem að fólki fækkar í sveitum og fjölgar í bæjum, þá verður þetta bænir fyrir allskyns árferði, ekki bara fyrir að grasið verði grænt aftur og góðspretta og lömbin verði falleg og svona, heldur almennt séð. Og það allstaðar í hinum kristna heimi, þá 5. sunnudagur eftir páska sérstakur bænadagur. Og hann var hins vegar hjá okkur svolítið svona, kannski vegna áhrifa frá sumardeginum fyrsta, þá var hann lengi framan af síðustu öld til dæmis ekkert sérstaklega hátt skrifaður, en síðan voru það biskuparnir sem að tóku það upp að vekja sérstaklega áherslu athygli á bænadaginum og gera jafnvel sérstakt bænadagsform og það eftir miðja síðustu öld sem að maður sér vaxandi áhuga fyrir því að bænadagurinn sé sérstakur dagur í kirkjunni. Biskuparnir hafa síðan þá alltaf sendt út sérstakt bréf til prestana þar sem tilgreind sérstök fyrirbænarefni sem að þeir eru beðnir þá að minnast í söfnuðinum.